Stjórnvöld þurfa að koma upp opinberri skráningu raunverulega eigendur aflandseigna. Þetta segir hagfræðingur sem aðstoðar íslensk stjórnvöld í aðgerðum gegn skattaskjólum. Hann segir að Íslendingar í aflandsumsvifum hafi skipt bresku jómfrúaeyjum út fyrir Evrópulönd. We've substituted the Netherlands and Luxembourg for BVI. Fjárfestar ætla að reisa einkasjúkrahús álíka dýrt nýjum Landspítala í Mosfellsbæ. Sjúkrahúsið verður fyrir útlendinga en Íslendingar geta leitað lækninga þar ef þeir greiða fyrir þær sjálfir. Framkvæmdir við 50 milljarða króna einkasjúkrahús hefjast í Mosfellsbæ næsta vor ef áætlanir fjárfesta ganga eftir. Forsvarsmaður fjárfestanna segir að ekki sé ætlunin að sækjast eftir íslenskum læknum til starfa. Allt frá því fyrir hrun hafi verið fluttar fréttir af áformum að byggja upp heilbrigðisþjónustu fyrir efnaða útlendinga á Íslandi. Í dag færðust slík áform nær því að raunveruleika þegar að bæjarstjórinn í Mosfellsbæ undirritaði samkomulag að úthluta lóð fyrir einkasjúkrahús og sjúkrahótel hér fyrir ofan bæinn. Sjúkrahúslóðin norðan Hafravatns skammt fyrir ofan Reykjavík í hlíð þar sem horft yfir Mosfellsbæ. Forsvarsmaður fjárfestingarinnar hollenskur fyrrverandi bankamaður. This is about in total 12 hectares and the main thing is to build here the hospital, the hotel related to that, the boutique hotel, and behind us on the height over there you will find a retirement center in our master plan. That is something that will be revealed after the finishing of the hospital and the hotel. Fjárfestarnir hafa efnt til samstarfs við spænskan hjartalækni Pedro Brugada og ætlað að bjóða upp á hjartalækningar og meðferð við tengdum sjúkdómum. Markhópurinn Evrópubúar og Bandaríkjamenn. Middledorp segir að staðurinn hafi verið valinn með endurhæfingu sjúklinga í huga, fjarri þys og pólitískum óróa í Evrópu og Bandaríkjunum. To be in full nature and if you look around us here, then you can see what I mean. This is the most ideal place on earth to recover after heavy surgery. Hann segir að sjúkrahúsið verði ekki aðeins fyrir þá allra efnuðustu. Absolutely not, because we are talking about health insurance that is payable for the majority of the population in Europe and especially also in the United States. Middledorp segir að það sé alls ekki ætlunin að markaðsetja sjúkrahúsið fyrir Íslendinga, þótt þeir komi óhjákvæmilega til með að geta sótt þjónustu þess hafi þeir réttar tryggingar. But more than ever, we made an agreement with the Icelandic healthcare system that we are not looking for Icelandic patients unless they are able to pay their own surgeries and not applying for Icelandic healthcare system to pay for them. Middledorp segist hafa orðið var við efasemdaraddir áhrif einkasjúkrahússins á íslenska heilbrigðiskerfið, meðal annars á Landspítalanum, en það hafi breyst eftir að Brugada kom í heimsókn til Íslands í vor. Brugada made a clear statement. We will work here together or we will not even start. So the agreement is there on the table, a gentleman's agreement that we will bring added value, but that we will not apply for the Icelandic doctors. Leynd ríkir nær helming eignarhalds hins fyrirhugaða sjúkrahús. Íslenska einkahlutafélagið sem fékk lóðinni úthlutað að sögn fjárfestanna í 98% eigu hollensks félags. Middledorp segist sjálfur eiga 51% í því félagi, en 49% séu í eigu fjárfestingasjóðs sem samkvæmt hollenskum lögum megi ekki gefa upp hverjir standa á bakvið. Búið sé að tryggja fé og vonast sé til að framkvæmdir hefjist næsta vor. Heildarkostnaðurinn sé 50.000 milljónir króna, en það álíka mikið og kostnaður við nýbyggingar nýs Landspítala. Ekkert samkomulag hefur verið gert við íslensk heilbrigðisyfirvöld einkasjúkrahús í Mosfellsbæ, segir heilbrigðisráðherra sem heyrði fyrst hugmyndina í fréttum í gær. En við snúum okkur að öðru því heilbrigðisráðherra heyrði fyrst einkasjúkrahús í Mosfellsbæ í fréttum í gær og segir að ekkert samkomulag hafi verið gert það við íslensk heilbrigðisyfirvöld. Fjárfestar vilja reisa einkasjúkrahús í Mosfellsbæ. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ undirritaði samkomulag lóðir fyrir sjúkrahúsið og sjúkrahótel í gær og gert ráð fyrir því að það verði álíka dýrt og nýr Landspítali. Bæði settur landlæknir og heilbrigðisráðherra heyrðu fyrst af málinu í gær. Já, ég heyrði af þessum fjárfestingaráformum fyrst í fréttum ykkar. Fjárfestir sagði í fréttum í gær að samkomulag hefði verið gert við íslensk heilbrigðisyfirvöld og að ekki stæði til að sækjast eftir íslenskum læknum. Við höfum ekki gert neitt samkomulag. Þetta snýst það að eins og ég skil fréttirnar að þarna áform upp byggingu 1000 manna vinnustæðar. Það höfum við
hvorki heyrt af né rætt. Sjúkrahúsið er fyrir útlendinga en Íslendingar geta leitað þar lækninga ef þeir greiða fyrir þær sjálfir. Það eru áform og fyrirætlanir sem að ganga í rauninni þvert á áratuga stefnumörkun. Það eru allir stjórnmálaflokkar mjög harðir á því að við eigum ekki að byggja hér upp tvöfalt heilbrigðiskerfi og áform mín er ekki í þá vera að breyta neinu í þeirri ágætu stefnumörkun. Settur landlæknir sagði í hádegisfréttum að óhjákvæmilega hefði sjúkrahúsið mikil áhrif á íslenskt heilbrigðiskerfi. Ef af yrði er það alveg ljóst eins og settur landlæknir sagði, myndi þetta hafa mikil áhrif en ég hefði nú viljað kynna mér hugmyndirnar og sjá eitthvað út af hvað þetta gengur áður en ég fer að tjá mig nokkuð innihaldið. Fjárfestir í fyrirhuguðu einkasjúkrahúsi ætlar að byggja sjúkrahúsið fyrst og sækja síðan leyfi fyrir því. Málið hefur ekki verið rætt við heilbrigðisráðherra. Ekki verður sótt leyfi fyrir einkasjúkrahúsið í Mosfellsbæ fyrr en búið er að reisa það, segir fjárfestir. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir að starfsemi sjúkrahússins geti grafið undan íslensku heilbrigðiskerfi. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ undirritaði samkomulag lóð fyrir einkasjúkrahús í fyrradag. Henry Middledorp fjárfestir sagði í fréttum að samkomulag hafi verið gert við heilbrigðisyfirvöld og að ekki verður sóst eftir íslenskum læknum. Landlæknir sem veitir leyfi fyrir starfsemi af þessu tagi heyrði fyrst málið í fréttum og heilbrigðisráðherra kannast ekki við samkomulag. Fjárfestarnir hittu heilbrigðisráðherra í maí. As a matter of fact, we didn't discuss this with the Minister of Healthcare. Þá hafi verið rætt mögulega starfsemi spænska hjartalæknisins Pedro Brugada í klínikinni í Ármúla. Not to this project in Mosfellsbæ, because at that time we didn't even have a clue that it would be Mosfellsbæ. Ekki verður sótt leyfi til landlæknis nú. You can only apply for it after building the hospital because they inspect existing facilities after everything is done. In 3 years from now, then the Directorate of Healthcare will come into the picture to say we agree that you can explore it, yes or no. So the architects, the engineers, the contractors have been appointed recently, and that is the starting point, so we are just at the beginning. Middledorp segir að með verkefninu komi aukin verðmæti og íslenskir læknar erlendis gætu jafnvel hugsað sér að koma til starfa. En þeir þá ekki að koma til að gera aðgerðir á sjúklingum sem þurfa að borga að fullu? Well, we are working with foreign patients from abroad, of course, and since they are paying anyway, so would it not be great to see them paying to the Icelandic doctors and have that money taxed over here? En þetta þýðir að sjálfsögðu að það mun verða yrði á þessu sjúkrahúsi starfsfólk sem að mestu leyti yrði annars inn í íslensku heilbrigðiskerfi og grefur þar með undan kerfinu. Heilbrigðisyfirvöld þurfi að meta hvort þessi starfsemi sé leyfisbær. Þetta er stór pólitísk spurning, samfélagspólitísk spurning og þar er það ekki bara hreinn lagabókstafur sem ræður, heldur framtíð íslenska heilbrigðiskerfisins er í húfi.